Geta börn lært heimspeki? Á leikskólanum Lundaseli á Akureyri eru heimspekitímar á námskránni. (1999) þá hófum við þróunarverkefni hérna, sem stóð í 2 ár. Þá vorum við að athuga hvort að leikskólabörn og íslenska barnabókmenntir ættu vel saman. Nota íslenska barnabækur þá sem samræðustökkpall. Og við fengum þá í lið með okkur Hrein Pálsson, heimspeking og fleiri góða. Þess að skoða það í 2 ár og gerðum heilmikla kennsluleiðbeiningar með fullt af íslensku barnabókmenntum sem allt má finna á heimasíðunni okkar. Og það er upphæfið. Það sem við erum að gera, við erum að reyna bara að búa til smá svona umræðu samfélag. Við erum að reyna að virkja nemendur í umræðum bara lífið og tilveruna og með því í heimspekistundunum þá erum við að notast við bara svona umræðu stökkpalla. Við erum að kveikja einhvern áhuga, kveikja samræður, umræður, æfa okkur að skiptast á skoðunum og rökstyðja hvað við erum að segja, hvað meinum við, hlusta á hina, vera sammála og vera ósammála. Því að það er alveg erfitt að vera sammála og ósammála. Við erum aðeins að átta okkur á samtalinu. Þetta er skemmtilegt. Þetta er svona heimspekileikur. Þetta er fjölbreytt. Þetta kemur inn á svo margt. Þú getur blandað þessu saman við svo margt. Það er hægt að vera að leira og spjalla og mála og spá og það er hægt að fara niður á listasafn og skoða þar fallega myndir og velta fyrir sér hver ákveður þessi mynd er falleg. Ef að ræða það, gildin á bakvið. Þú veist, þetta er svo fjölbreytt. Náttúrulega eins og heimspeki er kennd í framhaldsskóla og í háskólum, þá er verið að kenna meira heimspeki. Það sem við erum að gera er að við erum að stunda heimspekina. Við erum ekki að kenna einhverja kenningar, heldur erum við bara að tala saman. Þannig að bæði kennarar og börn geta fundið sína leið í heimspekisamræðinni. Ok, ef við tökum eitthvað dæmi, getur þið sýnt mér eitthvað? Já, hérna erum við með eitt dæmi sem við byrjuðum að taka örugglega bara í fyrsta heimspekitímanum sem ég tók hér. Þetta er dæmi sem ég kynntist í háskólanum í heimspekinámi og hugsaði með mér að það væri mjög skemmtilegt að vinna þetta með krökkunum. Já. En hérna erum við með Lego-kuba. Og með þessa Lego-kuba eru þeir eitthvað núna. Er þessi hrúga Lego-kubum, hvað er þetta? Og ef ég tek þessa hrúgu og bý til úr henni flugvél, var þá flugvélin í hrúgunni. Og þá erum við komið með fyrstu samræðukveikina sem er þá hvað var annað í hrúgunni. Ef þið getur búið til eitthvað annað og svo framvegis. En það sem ég geri við þessa flugvél, ég læt hana síðan ganga stofuna, læt börnin gefa henni nafn, skoða hana vandlega, en síðan þegar hún er búin að fara hringinn þá brotna vængirnir af. Og það sem við gerum, að við skiptum vænginn. Og maður spyr, er þetta sama flugvélin? Ég er að meina venjulegi hlutir, ef við skiptum tölu í jakkanum okkar. Þetta er ennþá sami jakkin og ég var í áðan. Já. Já, það myndi halda það. Já. En síðan gengur hún annar hring. Og þá brotnar næsti hlutur. Og næsti. Það er alltaf sama spurningin, er þetta sama flugvélin? Og síðan endar það á því að við skiptum alla hluti skipsins. Neða flugvélarinnar. Þá er spurningin, er þetta sama flugvél og við byrjuðum með í upphafi? Það er búið að skipta alla efnislegu hluta flugvélarinnar. Er þetta flugvélin sem að gekk hringinn í byrjun? Eða er þetta ný flugvél? Og þetta er spurning sem er mjög erfitt að svara. Það er mjög erfitt að svara þessu. Það eru svona sumir einstaklingar sem þurfa aðeins að hugsa aðeins betur og hitta mann svo jafnvel þá hérna í útiverinu og bara bank, Helga, ég var að velta fyrir mér hérna með flugvélina. Eins get ég sagt montir frá því að maður sér svona aðeins kannski í samskiptum líka, sem er fallegt. Hérna úti í sandkassa, 2 voru að moka og ég verður eitthvað orði, þetta er flott hús hjá okkur
og annar segir þetta er ekki hús, þetta er fjall og ég segi nú, það er fyrirgefið, þetta er flott fjall og þá segir hinn, þetta er hús og svo byrja þeir svolítið svona þræta hvort þetta er hús eða fjall og þá segir annar, skiptir ekki máli okkur, þarf ekki að finnast eins. Og sen hef ég líka heyrt frá foreldrum að þeir sjáu mun að finni eins og bara við lestur á bókum að þeir séu kafa dýpra og að spyrja frekar bara af hverju er þetta svona. Og það er einmitt svona spurningarnar sem við erum mjög mikið að vinna með, af hverju, hvers vegna, getur þú sagt meira og svo framvegis. Og þá var síðan aftur spurningin, hvenær breyttist flugvélin? Var það við fyrsta kuppinn, var það við annan kuppinn, var það önnur flugvél, við skiptum stélið, vænginn, búkinn. En síðan er þá spurning ef þau segja að þetta sé sama flugvélin og gekk í byrjun. Tökum við nákvæmlega sömu efnisbúta, voru í upphaflegu flugvélinni, setja þá saman og byggir alveg eins flugvél og var í upphafi. Og þá var spurning, hvor er flugvélin sem að gekk hringi í byrjun tímans? Ég hef ekkert svar. Skemmtilegt að velta þessu fyrir sér. Akkúrat.